Þá er það vika 3 og efnið sem var sett inn fyrir það eru events og streams þar sem við erum að fara yfir, það er upptaka frá því fyrra, þar sem við erum að fara yfir það hvernig svona bak við tjöldin, hvernig Express notar HTTP og HTTPS pakkana í Node til þess að búa til þennan HTTP server og síðan hvernig við getum í raunum nota síðan ennþá neðar í laginu TCP og við getum í raunum búið til svona TCP þjóna til þess að eiga samskipti við einhver önnur tæki sem að tala ekki HTTP heldur TCP og við getum þannig nota Node í alls konar. Það þarf ekkert endilega að vera bara eitthvað vertengt eða einhver klifforrit eða eitthvað svoleiðis. Node er bara svona plattform sem við getum notað til að gera alls konar, leysa alls konar verkefni. Síðan er það form, þar sem við erum að byrja að skoða aftur aðeins formelementi sem fer bara alveg aftur í fyrstu fyrirlestruna í Webfortran 1, hvernig við setjum upp þessi form til þess að taka við inputi frá notendum og það er það sem við förum í næsta verkefni verður að taka við upplýsingum frá notendum í gegnum form sem við síðan gerum eitthvað við. Við tökum við þeim í gegnum eitthvað svona handler sem að tekur við þá gögnunum í gegnum form post aðgerð, gerir eitthvað við þau og birtir ykkur gögn og við ætlum sér í lagi að vista ykkur gögn í gagnagrunn og lesur þeim og birta síðan aftur á vefnum. Við höldum okkur svona frekar low level ennþá en svona það sem ég er að reyna að gera er svona byggja upp þekkinguna frá svona grunnkonseptum af því að annars ef við gætum gert væri að henda okkur bara beint út í einhver svona stærri plattform eða libraries eða svona eitthvað sem að leysir fullt af alls konar verkefnum fyrir okkur og gerir myndar svona algjört legin fyrir okkur til þess að fara henni. Bara forritin okkar þurfa að vera svona, þau eiga að tala svona við þessi kerfi og svona við hinsegin kerfin. En í staðinn erum við aðeins bara svona að skoða hvað er. Ef við byggjum þetta upp frá því að við erum með HTML, CSS og JavaScript í framöndanum, við erum HTTP og HTTP tala við einhvern vefþjón og hvað getur þessi einhverju vefþjónn gert? Hann skilar HTML-i, yfirleitt er hann ekkert að gera mikið JavaScript, við skoðum aðeins hvernig við gerum það svona JavaScript sem keyrir bæði á servernum og clientnum seinna í React, en hann skilar bara HTML-i. Og hvað ef við erum bara að skrifa forrit sem vinna eitthvað gögn og gera eitthvað og skila síðan HTML-i og hvað er það? Þetta er ekkert eitthvað rocket science hérna bakvið og það er gott að byggja þetta upp á þessu, að skoða þetta bara svona frá þessum prinsipulum, þessum aðgerðum sem við erum að gera. Við erum að vinna með eitthvað eins og í Express sem er svona eins lítið við getum til þess að vera að skoða þetta svona á þess að fá mjög mikla hjálp. Það er svona hvernig rátum við, hvernig vitum við, þegar kemur eitthvað url inn, hvernig eigum við að svara. Það er þessi templating, hvernig eigum við að vita hvað eigum að birta. Það eru síðan formin og taka við gögnum, hvernig eigum við að bregðast við, hvernig gögnin kom inn, hvernig eigum við að passa upp á að þau séu meðhöndluð rétt, bæði að það sé þessi validation og sanitation sem eru hérna, að þau fari ekki vitlaust ofan í einhverja gagnageymslu eða síðan eins og við förum í næstu viku eða þar næstu viku með öryggi og hvernig vistum við þetta þá og sérlega með því að nota Postgres-gagnagrunn til þess að taka við þessum gögnum að vista og síðan aftur þá komum við hvernig lesum við gögnum tilbaka úr grunninum og sendum þau til notandans og það er svona áframhaldið í þessu. Þannig að við höldum áfram í dag núna að fara aðeins yfir að hvernig í raun og veru að byggja þetta verkefni sem við erum búin að vera að vinna og svona tengjum það við verkefni sem eru skil á núna í næstu viku, föstudaginn í næstu viku og þá ættu þið í raun að vera komið með svona góða forskrift í því sem ég er að fara yfir til þess að geta leyst ykkar verkefni sjálf. En að sjálfsögðu getum við lent í alls konar og þá fyrsti dæmatíminn var áðan hjá honum Marsuk, svo dæmatíma morgun hjá honum Mikka og síðan sendi ég núna á ykkur tilkynningu núna fyrir lok vikunar hvernig við höfum þetta á mánudaginn þar sem við verðum svona skrifstofutími þar sem ég verð bara á Zoom og þið getið heyrt í mér, tekið ykkur slott og við rætt málinu ef það er eitthvað
bæði með bara námskeiði, námsefni eða bara með bara eitthvað hjálp með eitthvað sem þið hafa ekki náð að fá hjá dæmitímakennara. En þið fáið sér þá aftur dæmitíma í næstu viku áður en það eru skil á föstudaginn. Þannig að það er alveg nægur tími til stefnu og bara segja aftur, bara ef þið ekki byrjuð þá er gott að fara að byrja. Sérstaklega eftir það sem við erum búin að fara yfir í dag. En held að sé nú ekkert meira sem við ætlum að fara yfir. Jú, það eru náttúrulega voru mikla breytingar á ástandinu á miðnætti og frá með, var ekki föstudeginum, þá var það rýmkar samgöngutakmarkanir. Þannig að ég væri ekki, það er alveg líklegt að verði staðtími næsta miðvikudag. Ég var eftir að sjá hvernig þetta er og hvað er, en það er alveg möguleiki á því að ég verði þar. Þá þarf að segja á staðnum á Háskólasvæðinu og við erum með pláss í Háskólabíó held ég, ef það hefur ekki breyst. Og að þá er ykkur velkomin alltaf að koma, en ég mun að halda áfram að hafa þetta líka á Zoom. Þannig að þið getið alltaf tengst að heiman eða hvar sem þið eruð og fylgst með þessu á Zoom á meðan þetta er að gerast eða horta á þetta bara eftir á upptökum. Já, þannig að ef við höldum þá áfram með það sem við vorum að brasa í seinustu viku og erum bara svolítið dundum hérna aðeins, þá enduðum við með svona einhverja útgáfu sem var komið eitthvað sem var að deployast hérna á Netlify og við vorum komið með eitthvað hérna þar sem við getum lesið upp þessar færslur sem eru skrifaðar í Markdown. En við vorum svona margt sem við má bæta. Þannig að ég ætla að reyna að byrja á því núna að taka hérna og bæta eins við nokkrum tólum og svona setja svona þessu. Það er alveg, kóðin hérna, hann er ekkert upp á sitt besta sko. Þannig að við getum notað þessi tól sem að við höfum og höfum kynnst í Web41 og ég vísa í þarna í fyrsta tíma sem eru þá ESLint og svo Prettier sem við ætlum að setja upp núna fyrir raun kóðan okkar og svo ætlum við að setja upp StyleLint sem að verður þá að horfa á útlitið og við kannski svona aðeins spáum aðeins í hvernig við getum látið útlitið á þessu verða eitthvað aðeins áhugaverðara og betra. En það sem við byrjum í raun á því að gera er í raun bara að setja upp þessi tól sem að við viljum nota og við erum að nota Yarn, þannig að við ætlum að gera Yarn add og svo D fyrir development og það sem við ætlum að setja upp er í raun ESLint, við ætlum að setja upp þá ESLint config og við ætlum að nota Airbnb base configið sem að við notum líka í Web41 og bara gefur okkur svona ákveðna svona grunnreglur sem að er komin eitthvað svona sátt í einhverju samfélagi forritara að nota. Við ætlum að geta importað þeim, þannig við þurfum import. Við ætlum líka að tengja við þetta Prettier, þannig við þurfum leið til þess að taka við configin okkar og senda það að tengja það saman við ESLint. Við ætlum að setja Prettier sem er þá í raun svona kóða formatting tól og við munum sjá það eftir hvernig við getum í raun látið það bara keyra fyrir okkur og bara leiðrétta allt sem það sér að þurfa að leiðrétta samkvæmt þessum reglum sem við erum búin að skilgreina. Við ætlum að setja upp StyleLint, við ætlum að setja upp config fyrir StyleLint sem heitir config bara standard og já, ég held að setja ekki, svo concurrently til þess að geta keyrt fleiri en eitt tól í einu. Þannig nú sendum við þetta bara stað og látum Jan installa þessu fyrir okkur. StyleLine er vist ekki, heldur StyleLint og á meðan ætlum við að fara við ætlum að taka bara skrár sem er gott að hafa, þannig að það er gott að hafa editor config og editor config er svona leið til þess að láta ritilinn okkar sjá að samræma hvernig við erum að vista skrár. Þannig að þetta er sem sagt í config sem segir bara fyrir alla skrár, þá ætlum við að nota space til að indenta, við ætlum að vera með 2 bil, setja þessi skipin í chatið, að sjálfsögðu Ég heyri kannski hundagelt í bakgrunni, það er fólk að koma heim eftir að þeir eru búin að vera að greiða mikið, lítið einir heima, þannig að það er svolítið high tension í gangi. Þannig að hérna erum við með editor config
og ég skal síðan bara committa, þannig ef þið eru að fylgja eftir heima þá getið þið bara pullað og tekið þetta leið og ég er búinn að setja það upp og já, þannig ég held áfram, þá þetta hérna sem segir okkur, já, við erum að vinna með UTF-8 ef ég skrifa hérna eitthvað svona og þá á að deleta trailing whitespace, þau getur oft leitt til svona leiðinlegra villna og svo viljum við hérna fá final newline, þannig ef við vistu að vantar newline þá kemur það er svona venja að hafa það og til þess að það sé tekið til þess til þessa í hérna í VS Code sjá þá hérna editor config for VS Code þá les þetta í raun hérna þetta og tekur upp þessar hérna stillingar og applyar þeim á meðan við erum að vinna síðan ætlum við að setja upp ESLint og þá ég í raun bara að taka hérna úr hérna senasta verkefni sem við settum upp í Webfortran 1 og þá erum við að segja hérna við ætlum að vera með Airbnb base sem þetta sem við settum upp við ætlum að vera með hérna Prettier þetta nefndar alltaf ekki að vera browser þannig að við taka þetta út við ætlum að targeta þessa versjón af ECMA við ætlum að vera með module við ætlum að vera með execute modules og svo hérna nokkuð svona reglu sem að ég er búinn að breyta ég vil að það sé warning ef við förum yfir 100 línur af í raun sæðið verði ekki meira en 100 línur löng og bara upp á læsileika en url, comment og template literals mega það svo viljum við banna console en við viljum leyfa console warn, error, info, group og þetta við viljum að sé villa ef við erum ekki að nota single quotes í strengjum bara þegar það var samræmið sem ekki bara blanda saman og svo hérna fyrir þetta hérna restricted syntax upp og að leyfa loopur for off in og síðan import að við viljum í raun ekki default export og við viljum ekki án kvart yfir við segjum .js í því þegar við erum að importa doti síðan erum við með stylint og þá ætlum við að búa til stylint rc skjal og þá þetta sama, þetta í raun bara að segja hvernig á stylint að koma fram við kóðun okkar jú, hann á að lesa þetta allt upp úr þessu config SAS guideline sem reyndar hérna sem held ég við þurfum að bæta því við hérna þannig að það að því ég copy-paste þetta allt frá því sem við settum upp svo við sjá, kemur stikan kemur blessuð svona af hverju banna console það í raun og veru allt í góðu að nota console þannig að við erum að debugga eitthvað og við viljum sjá hérna eitthvað console log parsed hvað hérna niðurstaðan úr þessu það allt í lagi en það sem við viljum ekki gera að skilja eftir eitthvað svona sem svona debug frá okkur þannig að ég hafi gert eitthvað svona í raun bara hávaði það hávaði þegar ég búinn að leysa úr því máli sem ég var að hugsa þegar ég var að gera þetta þannig að við bönnum það og segjum þetta eitthvað sem við viljum ekki sjá í source code-unum okkar en ef ég vissulega að prenta eitthvað út sem hefur einhverjar upplýsingagildi hvað sem það fyrir logging eða fyrir stöðu á forritunum okkar á einhverjum tímapunkti þegar við erum að keyra eða eitthvað svoleiðis að þá notum við þessar aðferðir sem við leyfum sem eru þessar hérna sem eru þá warn, error og þá info þannig ef það eitthvað ég vill að það komi fram hérna þá get ég nota info og það ekki bannað af ESLint þannig við setjum þetta upp svona og við höfum síðan svona skriftur þannig ég ætla bara að kopja hérna góðan chunk af einhverju þannig að við ætlum að fara í package.json aftur og nú búið að installa svolítið fyrir okkur og við erum hérna með dependency frá því seinast við vorum með þessi 2 hér þannig að við ætlum bara að bæta við hérna þannig að ég ætla að segja hérna ég er með Prettier og það sem að Prettier gerir í raun að aðlaga kóðunum keyrum þá eftir þegar við erum búin að setja þetta upp við ætlum að linta og þá lintum við concurrently þegar við erum með 2 lintara það getur alveg verið við sem með eitthvað fleiri tól
þá getum við keyrt inn eina skipun og svo skipun á að keyra alla skipunina sem heita hérna lint tvípunktur eitthvað. Þetta er bara svona til hægðarauka, þannig að við getum annarkvort keyrt ákveðið tól eða öll tólin. Og þegar við erum búin að setja upp einhver svona tól sem við viljum keyra sjálfkrafa, þá viljum við keyra þau áður en við committum. Þannig við séum að reyna að halda því sem er á main svona hreinu. Að það sé í raun ekki mikið af einhverjum svona, til dæmis einhverjum random console log skipunum eða ónotuðum breytum eða importum sem er ekki notað. Við viljum reyna að minnka það, þannig að við getum ímyndað okkur það, við setjumst niður, við ætlum að vinna eitthvað verkefni, þar sem við ætlum að forrita einhverja virkni, við ætlum að laga eitthvað, við ætlum að gera það sem það þarf að gera. Og við byrjum að það er allt út allt hjá okkur, við erum að komast að hvernig þetta á að vera, hvernig á API að vera ef við erum að búa til eitthvað nýtt API. Hvernig er þessi villa, hvernig framkvæmi þessa villu, setja inn einhver debug eða console log til þess að komast að hvaða staðar forritinu minni á hvaða tímapunkti. Og svo erum við búin að komast utan við erum búin að ná utan verkefnið og við vitum hvað þarf að gera. Þá skrifum við lausnina, svo svona hreinskrifum við hana að einhverju leyti og síðan keyrum við lindirna sem passa bara upp á að við séum ekki að skilja eftir okkur eitthvað svona auka. Þannig að þá og síðan committum við og þá committið okkar að kjarna þetta verkefni sem við vorum að vinna. Og þá kemur aftur inn á það, hversu oft erum við að committa og þá það til dæmis, ég er með lista af verkefnum og ég ætla að taka fyrsta verkefni, ég ætla að klára það og svo ætla ég að committa og ég ætla að committa með einhverja lýsingu á því hvað ég var að gera og hverju það tengdist. Oft erum að vinna í einhverju svona stærri verkefnum með fleiri forritunum, þá erum ég með eitthvað svona ticketing kerfi, hvort sem það er Jira eða Asana eða Trello eða eitthvað, þá getum við referensa ticketana og þá geta committin okkar verið að tengjast við eitthvað svona skjölun sem nær út fyrir source-kóðun okkar. Allavega, við setjum upp lindirina hérna og það er bara fínt í bili, setjum hérna svona og sjáum nú hvað gerist þegar við keyrum hérna yarn lint ESLint. Þá fáum við einhverja villu og þá instead name sjá. Það er eitthvað require hérna, sjá, nú lendum við örugglega í því að við förum í eitthvað visible rename to end in CUS or change requiring býtum nú við, það sem ég með hérna nú allt í góðu með þetta, sjá, þetta er bara nákvæmlega eins. Sko, maður heldur maður sé undirbúinn og þá kemur eitthvað svona type module, sjá, getur þetta verið að þurfi type module hérna undir. Svona, prófum þetta aftur, sama, ok, þá skulum við athuga hérna annað sem getur verið. Ég að horfa á ESLint 8.7 ESLint rc.js. Já, ég með það. Þegar ég er með bara hérna, ég bókstaflega með hérna búin að elda lausnina fyrirfram aðeins svona og það keyrir allt þar og þar þetta nákvæmlega svona, en ok, segjum hvað segir núna. Ok, sem skrítið. Já, ég veit ekki hver munurinn hérna sko, þegar ég að keyra nákvæmlega sem útgáfu hérna. Allt í lagi. Skulum ekkert vera að geyma. Þannig að nú sjáum við að það einhverjum hlutir hérna sem eru í raun ekki samkvæmt þessu og þá sjáum við hérna, ok, við erum með þennan pakka hérna og hann er bara ekkert notaður. Og þú veist, af hverju vera að vísa í eitthvað sem er ekki notað þegar það er ekki notað. Þannig að þá bara segir, skulum bara fjarlægja þetta. Hérna verið að segja await inside a loop og þannig að það er eitthvað svona sem við viljum kannski ekki gera, unexpected use of continue statement. Ok, fínt, en við viljum leyfa þetta hérna, þannig að leyfum þetta hérna þangað til við erum búin að refactora. Og þá erum við núna svona taktískt að disabla ESLint. Það er alltaf lægi að gera það, það er alltaf lægi að segja hérna, ég ætla núna að leyfa await í loopum. Þó svo að við gætum notað mappfall og skilað í raun fylki af promisum og nota svo promise all til þess að resolva þau. En það er samt ekki alltaf það sem við viljum, því að þau munir öll fara á stað í einu. Á meðan við viljum stundum keyra hlutina sequentially, einn í einu eða serially. Hérna segir hún
use object í structuring og þá þetta hérna sett auto-fixable, þannig ég ætla viljandi ekki að laga það. Ok, og svo ætlum við að skoða hérna make HTML, það hérna aftur eitthvað sem auto-fixable og hérna eitthvað sem unused. Þannig að það í fínu þar. Ok, þá ætlum ég núna að keyra aftur og sjá hvað kvartar yfir. Ok, það þessi hlutir sem við getum lagað og þá ætlum ég að keyra sem sagt prettier og þá sjáum við að eitthvað gerist hérna. Reyndar lagaði ekki þessar villur hérna þó svo að það verður setta sem autofix, en það út af því að prettier að laga struktúrinn á kóðanum okkar. Þannig að ef við gerum svona í Vista, við keyrum prettier, þá lagar hann hérna þegar við viljum bara hafa eina línu. En ok, þetta þetta autofixable í ESLint. Við getum farið hérna gert fix all autofixable problems og þá lagast þetta. Eða ég get gert annað sem svona áhugaverð æfing og eitthvað sem ég átti svolítið erfitt með svona í byrjun. Það að segja sem sagt VS Code með alls konar stillingar. Við getum breytt þeim hérna, ég get ítt á command komma, þá fæ ég upp bara stillingar. Þar get ég farið hérna í prettier. Ég get séð til dæmis hérna bara stillingar á prettier, hvernig það haga sér. Og það eru ákveðnar stillingar hérna, til dæmis eins og á að keyra prettier þegar ég að vista skjal. Og það eitthvað sem við getum gert og ég ætla að setja það hérna til þess að kveikja ekki á það explicitly alltaf, af því að það getur verið svolítið óþægilegt að það gerist ef ég ekki búinn ef ég veit ekki af því. En ég ætla að segja fyrir þetta project þá ætla ég að setja upp hérna sem sagt að ég ætla að segja editor.format on save á að vera true og það sem það gerist þá í rauninu sem ég var með þetta hérna og ég geri mörg bil og ég vista og hún lagar þetta bara jafnóðum fyrir mig. Þannig að ég þarf ekki að hugsa það að keyra þetta á einhverjum tímapunkti, þetta bara gert jafnóðum. Þannig að það getur líka verið að skrifa eitthvað, og ég getur verið eitthvað að flýta mér hérna og það eitthvað svona og ég vista bara lagast alltaf kóðum minn. Þannig að þetta getur bæði verið svona ítt undir kannski ekki bestu svona forritaravenjur ef þú vilt skrifa allt korrétt í fyrsta skipti, en þetta getur samanskapi leyft manni að vera svolítið bara svona að því oft það takmarkandi hversu hratt maður getur verið að skrifa lyklaborðið að koma einhverjum hugsunum úr haustum á sér. Þannig að þetta getur hjálpað til við það. Og svo getum við líka bætt við það og sagt hérna editor code actions on save og þá það eitthvað sem við viljum keyra í hvert einasta skipti og þá getum við sagt fix all og þá það bara lagað allt sem autofixable. Allt sem einhver tól sem sett upp, kunna laga, bara laga það. Keyrðu bara sjálfkrafa þetta autofix og síðan source fix all, hitt var hérna organize imports. Þannig að þá reynir hún að raða líka fyrir okkur importunum. Þannig að nú get ég vistað og nú bara laga hún þetta fyrir mig. Þannig að við fórum úr því að vera sagt, svona með þessa hérna, þennan hlut flaggaðan yfir að vera ekki með neitt flaggað og svo sjáum við hérna, við getum farið hérna í problems og þá sjáum við líka að ég með kveikt hérna á annari extension sem ESLint og svo ég með hérna stylelint líka sem sé fyrir CSS-ið að þá sé ég hérna hvað að í þeim skrám sem eru opnar og þá getum við farið aftur hérna og við getum vistað þessa skrá og hún lagast en hérna þarf ég að reyna að segja sko þetta ekki autofixable þetta gæti verið eitthvað hérna eitthvað side effect sem keyrir á sig þannig að við þurfum að gera þetta sjálf keyrum þetta, fyrir núna keyrum lint og þá sjáum við núna, nú keyrum við bæði stylelint og ESLint og ef við förum hérna og setjum eitthvað hérna svona þá kvartar hún að því að hún vil segja hérna properties alphabetical order er það sem við optum inn í þessu og ef við saveum þá laga hann hérna en hérna þurfum við reyndar að laga þetta svona og þá erum við núna að keyra og erum með þetta sett upp fyrir bæði ESLint fyrir JavaScript okkar og stylelint fyrir CSS okkar. Þannig að þá getum við séð að við erum búin að breyta tölur miklu. Hún lagaði hérna eitthvað nú getum við farið hérna og séð hvað var eiginlega verið að laga í þessu
já, hún bætti við sem sagt trailing línu í öll markdown skjölun okkar. Þannig að við segjum bara git add svona, git commit, message, fix, já, verðum bara mjög skitsó í hvernig við erum að skrifa hérna commit message á íslensku, ensku og svona conventional comments með einhverju svona hvað var verið að gera, bæta við ESLint plus stylelint og lagfæra í verkefni. Ok, og svo púsum við þessu og þá er í raun þetta á dæmi svona það sem við vorum í raun svona refactor, eða þú veist, við vorum að laga til og setja upp tól til þess að hjálpa okkur við það að halda kóðanum okkar svona samræmdum og hreinum og fínum og við erum breytt engu það hver útkoman er úr því að keyra forritið okkar. Hún er ennþá nákvæmlega svo sama, svo lengi sem tólin gerðu í raun eitthvað svona destructive lagfæringar sem þau ættu vonandi ekki að gera. Þannig að við lokum öllu núna og kíkjum aðeins aftur á þetta sem við vorum að skoða í seinasta tíma með testinn og það sem við vorum að er eitt partur af verkefni 1 er að vera með test fyrir allan kóðan okkar og ég ætla að byrja á því að ég ætla að færa all testin hérna undir source. Þannig að þá get ég í raun sagt í hérna að þá er ég núna að ESLinta hérna source möppuna bara og þá er ég að keyra í raun á þessa skrá líka. Kosturinn er sá hann er alveg að koma hérna að þá vísa ég bara á hérna eina möppu og undir henni ætla ég að linta allt af því að annars ef ég linta allir á punkt á allt hérna þá þarf ég að fara að hugsa um það exclude node modules og það er ákveðin kostur í að hafa þetta bara allt undir sama. Þannig ég ætla bara að færa öll testin hérna undir og þá sjáum við strax að hérna testskráðnar okkar að það er eitthvað hérna. Þannig að hérna er eitthvað source parser, hún finnur það ekki þannig að við þurfum að gera þetta svona. Hérna ætlum við að nota single quote en nú getur ég bara vistað og þá lagast allt. Hérna, allt er góður. Og þannig að nú erum við búin að færa þetta hérna undir. Við vorum ekki með meira í þessu hérna sem við erum að bæta í. Við erum ennþá bara að segja test hérna. Hún segir hérna keyrðu á þetta. Ég ætla að segja í staðinn keyrðu á source stjarna.test.js. Þannig að þá erum við að segja allstaðar. Þá þurfum við ekki heldur að vera með alla skráðnar okkar endilega í möppu sem heitir test. Þar gætu átt heima við hliðina, alltaf sem við værum með einhvern folder og við værum með skráð þar og við viljum hafa testskráðnar við hliðina á henni, svona til að co-locate þar, getur verið gott í stærri verkefnum og þá gætu við gert það. Þannig að núna getum við gert svona og við getum keyrt test og þá getum við séð að hún matchar ekki neitt og af hverju er hún að því? Einmitt. Fann ekki neitt sem heitir test.js. Kerði þetta á source. Sjá. Stjarna. Já, kannski þetta er bara truflað hérna. Svona. Ok, nú fann hún hérna og þá er hún ennþá, við erum með einhver test hérna sem er að feila sem við ætlum nú að laga til í. Þannig að ef við skoðum aðeins núna hvað við vorum komið með og hvað við getum í raun lagað aðeins til í þessum kóða sem við erum með hérna. Það sem við getum gert er í raun að taka hérna erum við búin að búa til eitthvað svona fall sem er eitthvað svona hjálparfall sem er að gera eitthvað. Sjá, ætlum að stækka aðeins skjáin hérna. Ef það skildi vera núna fyrir við förum að lesa kóða þetta sé á lítið fyrir einhvern. Þannig við getum tekið þetta fall og þetta fall er í raun þetta fall er jú að gera side effect, það er að athuga út fyrir sig hvað er að gerast á fælsysteminu en það er svo sem ekkert sem segir að það verði að vera hér. Við getum alveg fært þetta fall eitthvað annað og þá getum við í raun gert hérna og við getum búið til nýjan folder og við erum með svona lib. Þetta er bara svona mjög almennt fyrir bara eitthvað svona library. Þetta eru bara svona föll sem eru þarna til þess að hjálpa okkur. Þau eru svona extension á einhverjum föllum í standard library-inu. Þetta er bara svona library fyrir okkar project. Og við ætlum að segja í raun package
JSON sem að nota module svona og við ætlum að setja, þetta var ekki það sem ég ætla að gera, við ætlum að setja þetta þangað og þá ætlum við núna bara að halda, við erum svona refactora hvað við erum að gera og við ætlum að segja, núna segir hún bara þetta er defined but never used en ef við segjum export þá erum við að segja, heyrðu, þetta er verið að fara að nota þetta bara ekki í þessari skrá, þannig að fyrir utan þig er einhver að fara að nota þetta og við þurfum þá að taka hérna eins og þetta, þá getum við gert hérna, við getum importað þessu stats, já, þetta kemur nú ekki minute gott hérna, þannig að þetta þarf að koma úr import stats from fs promises svona, og þannig að ég skrifa svona og bara hún lagaði þetta fyrir mig í það sem þetta á að vera sem alveg næst, þannig að maður svona það fer að hjálpa manni svolítið svona þegar maður hérna lean into it ok, og svo getum við fara að skoða meira ok, er eitthvað svona ok, við getum gert hérna það núna svona, við getum importað þessu vistum, og hann lagar hann til hérna fyrir okkur þannig að núna erum við að athuga hérna, ok, hvaða skrár eru til sem við getum pikkað upp búum til output directoryð okkar svo við getum skrifað þangað svo að hérna Netlify geti, þú veist, skiptir ekki máli hvort það dist sé til eða ekki það sé bara lesið og búið til og skrifa síðan inn í það síðan getum við fara að skoða hérna, ok, við erum að lesa upp þessar skrár hérna eigum við hugsanlega að aðskilja það frá því að möndla með þær er þetta eitthvað sem við viljum hafa saman í einu lesa upp skrárnar og vinna með þær og allt í einu eða viljum við lesa upp skrárnar og síðan erum við taka þær skráður sem við lesnar upp og vinna með þær eitthvað og það mætti alveg fara rauk fyrir því að gera það en við skulum bara láta það liggja milli hluta hérna síðan erum við með þetta pars hérna sem við vorum með og það var að taka þetta front matter okkar og að vinna með það og við vorum með einhver test hérna sem að passa upp á að þetta ætti raun að skila sér rétt og þá getum við farið að skoða núna ef við hunsum samt þetta test hérna sem var að feila hjá okkur sem var HTML, create HTML template þá getum við gert hérna it.skip og þá erum við að segja bara eitthvað þetta er þarna þetta test en við viljum bara ekki keyra það bara er ekki að taka space í hugsunna það er ekki að vera öskra á okkur hérna þessi bilað en við getum bara setja það til hliðar það er eitthvað bilað við bara dílum við að setja og þá getum við keyrt þess að yarn test coverage og þá fáum við að vita hversu mikið af föllunum okkar eru covered hversu mikið af lógikinni í make HTML er covered að því leyti hversu mikið af lógikinni hérna er verið að testa þá getum við séð hérna uncovered lines eru línur 16-31 þannig að þessar hérna línur og alveg hingað sem þýðir bara þessi hérna tvö föll eru ekki prófuð og þá sjáum við líka að function coverage okkar er 33 1/3 sem þýðir að það eru 2 af 3 föllum sem er ekki með neitt próf eða neitt test fyrir parserinn hins vegar þá erum við með 100% coverage og þá er það að skila sér hérna þá vorum við aftur með þetta sem við vorum að sjá aðeins í seinasta tíma hvernig eigum við að díla við það þegar að eitthvað er undefined sem kemur hérna inn af því að það sem við erum að segja hérna í þessum er að þetta metadata er bara það sem kemur úr data hérna og data er það sem að þessi pakki okkar passar út og þetta getur alveg eins verið tómt og þá þýðir það að ef við ætlum að nota titilin úr þessu þá fáum við bara undefined sem gildið og það er ekkert endilega það sem við viljum fá þannig að þá er spurningin viljum við að metadata okkar innihaldi þennan hlut ef hann er undefined eða eigum við hreinlega bara að sleppa honum og segja þá að metadata í staðinn fyrir að vera með title sem er undefined þá sé bara ekki title ef að title er ekki til staðar í metadatanum frá hlutnum og þarna getum við komið með einhverja svona villu þar sem við getum keyrt bildið okkar
Þannig að gerði nú bara einhverja vitleysu í því hverju er að importa. Það er ekki stats, það er bara stat. Það er svona. Og sí. Þannig var hún svolítið aggressív í því og það getum við lent í líka. Ef við erum með þetta svona og við skrifum eitthvað unused variable, eitthvað svona const t, ok, ég ætla að gera eitthvað við þetta eftir hérna. Ég ætla að laga hérna til og já, þetta er lagið hérna. En með importinn og þá bara svona núlar hann út af því þú ert ekki að nota þetta og bara fer þetta út. Ok, ef við keyrum þetta núna, þá fáum við eftir hérna dist moppin okkar og við getum séð hérna, öll þetta hérna. En hvað við förum núna hingað og við bara fjarlægjum þetta. Hvað gerist? Þannig að við förum hérna í dist og þá fáum við hérna undefined. Og þó svo við séum með 100% coverage á þessum passir okkar, þá erum við samt með villu. Þetta er ekki, það er ekki í lagi, það myndi ekki segja að þetta sé svona expected behavior að fá undefined hérna út af því að við erum að vísa í einhverja breytu sem er ekki til staðar og út af því að JavaScript túlkar það sem undefined og þegar við kallum í toString og undefined og fáum strengir undefined að þetta sé bara í lagi. Og sama sem sagt ef við förum hérna og við segjum bara í þessu hérna að við bara fjarlægjum allan hausinn, hvað gerist þá? Þá fáum við undefined.html. Er það eitthvað sem okkur finnst í lagi og við förum hérna tilbaka þá erum við með hérna undefined frá undefined.html og skrifað undefined og þetta er ekki alveg eitthvað. Þannig að eftir að við tökum pásu núna í 10 mínútur til 10 mínútur í 4 þá skulum við tækla það hvernig við getum í raun komist að þessu og skrifa test sem að verji okkur fyrir því að þetta gerist bara yfir höfuð og gerist síðan í framtíðinni. Þannig að ég ætla að slökkva núna